Í 5. sæti ég með The Big Lebowski. Þetta bara minnst spennandi Coen-Brother-myndin að mínum að af topp 5 listanum. Ég bara... Hún 4 hjá mér. Kannski fannst mér hún bara vera ofmyndin af því að það tala svo margir svo rosalega vel þessa mynd. Ég sá hana fyrsta skipti í partysýningu í Bíó Paradís. Hafði mjög gaman að því, sko, en mér fannst þessi mynd bara ekkert vera svona ógeðslega merkileg eins og umræðan hann Hún númer 3 hjá mér, sko. En já, hún líka, þú veist, þetta mynd sem að þarf eiginlega, ég sjá hana fyrst, ég var ekkert rosalega hrifinn. Eiginlega sama hér. Bara svona, já, ég veit það ekki. Svo sá henni aftur og aftur og bara einhvern veginn. Maður þarf svolítið að venjast henni og svona, og væpa með henni. Já, og bara fatta hana, bara hvað að reyna að gera og hvað í gangi. Þetta náttúrulega bara stefnulaus, svona, fassi. Auðvitað það sem maður kalla hangout-mynd, þú veist, það í rauninni engin söguþráður þannig, heldur bara karakterar að lenda í einhverju sem að leiði svo að einhverju öðru og þú veist. Já, þetta allt byggt á misskilning og þú veist, enginn yfir heildarmyndina. Eins og þú segir, Tommi, þetta bara svona farsi, þú veist, það bara einhver segir eitthvað og þá bregst einhver annar við sem gerir það verkum og einhver annar gerir eitthvað annað og endar í einhverju bölvuðir villisu. Þetta líka svona reyfara mynd, svona spæjarasaga sem veitir engin skýr svör. Þetta bara tilgangslist vesinn. Þetta bara, þú veist, úrlausnin á mysteríunni algjört frat og þú veist, og bara svona útúrdúrarnir sem myndin tekur og stílísku útúrdúrarnir og karakterútúrdúrarnir. Svona, með tímanum það svona eitt af því sem maður fer svolítið svona að meta við hana. Hún hangout mynd, en hún líka bara svo dröllum minnistæð.